Komið sæl gott fólk og verið hjartanlega velkomin á þennan sameiginlega samstarfsfund stjórnvísi og festu að þessu sinni. Mjög gaman að sjá okkur hérna öll. Fólk er að tínast inn hjá okkur og mun halda því aðeins áfram, en ég ætla samt að byrja bara að taka orðið. Á fundurinn í dag, hann fjallar og hefur með yfirheitið áhættustýring og loftslagsbreytingar. Er þitt fyrirtæki berskjaldað? Þetta verður alveg virkilega spennandi topic og ég hlakka til að við hérna fáum að kafa svona í þetta með frábærum mælendum á mælendaskrá í dag. Áður við byrjum, þá vildi ég bara ykkur vita að fundurinn verður tekin upp og það verður þetta óskar eftir upptöku eftir á ef menn vilja, en ekki sem sagt af spurningarumræðinu, þannig að ykkur hljóðast að spyrja bara alveg eins og ykkur sýnist að vera ófeimið við það, en sem sagt erindin sjálf er þetta nálgast eftir á, við getum sendt ykkur það ef þið viljið. Áður við byrjum á topiki dagsins, þá langar við bara rétt að minna ykkur á að núna er janúarráðstefnan komin í sölu, þar sem það er að byrja að tryggja sér miða. Hún er haldin 30. janúar og hún verður geggjuð. Við erum á fullu að undirbúa og eiga undirbúingsfundi með ræðumönnum, taka upp myndbönd og það er bara allt á fullum snúningi á okkur. Þemað er alveg ótrúlega áhugavert að okkur finnst og það snýst umbreytinguna. Og sérstaklega það að umbreyting er ákvörðun. Þetta er ekki eitthvað sem að gerist bara óvart, heldur þetta er ákvörðun sem við tökum. Og það að leggja áherslu á umbreytingu, það er á sama tíma að hafa trú á framtíðinni. Þannig að okkur finnst umbreyting alveg geggjað þema og hlökkum til að nálgast á út frá alls konar víklum. Þannig að við verðum með erindir sem að taka á fullt af hliðum af umbreytingu í samfélaginu og gefa okkur svona góð dæmi umbreytingar sem að þegar átt sér stað og gengi vel og hvað við getum lært af þeim. Þannig að fylgist með þessu og endilega látið þið ekki bíða langa tíma með að kaupa miða ef við ætla að koma, vegna þess að fyrstu 70 seldu miðunum fylgir aðgangur inn á svo kallaðan En-ROADS loftslagslíkan, svona hermilíkan. Þetta er vinnustofa sem verður keyrð þarna í vikunni á undanráðstefnunni og þetta er ógeðslega gaman. Þetta er svona svolítið eins og leikur sem að maður tekur þátt í, þar sem maður getur leikið sér að vera mismunandi áhrifavaldar í hinu alþjóðlega samfélagi og við erum í samvinnu að reyna að tækla loftslagsvandann. Þannig að ég mæli með að þið kaupið miða snemma, þannig að þið náið einum af þessum 70 sætum á En-ROADS sem kaupið með miðan ykkur. Nóg þetta, nú skulum við vinda okkur í dagskrá dagsins. Við ætlum að tala áhættustýringu og áhættugreiningar út frá ýmsum sjónarmiðum. Það er náttúrulega staðreynd að loftslagsbreytingar eru farnar að hafa áhrif á virðiskeðjur, bæði á Íslandi og alþjóðlegar virðiskeðjur og þar af leiðandi hagkerfi. Þannig að þetta er klárlega eitthvað sem að fyrirtæki þurfa að velta fyrir sér og reyna að skilja að sem mestu leyti hvar veikleiki liggur í þeirra rekstri sem að gæti tengst þessu. Og til þess að aðstoða okkur við að fara við þetta, þá erum við með frábæra sérfræðinga með okkur. Það er hún Dr. Anna Hulda Ólafsdóttir sem er sérfræðingur í loftslagsaðlögun hjá Veðurstofunni, Hafsteinn Hauksson, aðalhagfræðingur Kviku og Dr. Mikael Allan Mikaelsson sem er sérfræðingur á sviði loftslagsstefnumótunar hjá Stockholm Environment Institute. Inn í viðburðinum, inn á sjálfbær.is, þar sjáið þið 3 spurningar sem að þátttakendur voru hvattir til þess að íhuga áður en þau mættu á fundinn. Og ég ætla bara að fá að lesa þær upp fyrir ykkur. Af því að ég held að þetta sé eitthvað sem er mjög gott fyrir ykkur að velta fyrir ykkur að meðan við erum að hlusta á erindin og mögulega langar ykkur bara hreinlega að kommenta á eitthvað af þessum spurningum á eftir. Ég setar líka hérna inn í spjallið. En þetta eru fyrstu spurningarnar: hefur íslenskt atvinnulíf þegar orðið fyrir áhrifum á truflunum í hnattræna virðiskeðjum? Og svo, hversu meðvituð eða vel undirbúin eru íslensk fyrirtæki fyrir loftslagstengdar truflanir í virðiskeðjum? Og að lokum, hvernig er hægt að nýta samstarf hins opinbera og einkageirans til að styrkja efnahagslegt öryggi á tímum vaxandi loftslagsáhrifa? Stóra spurningar. Þannig að við skulum hugsa þetta og veltið líka endilega fyrir ykkur spurningu sem þið viljið spyrja við hvert af öðru hérna á eftir, þannig að við fáum að hlusta á þau öll og svo tökum við spurningar og spjallinn í lokin. Ef það verða margar spurningar, þá eru þau 3 til í að vera í korteri viðbót. Þannig að við gætum verið þetta í korteri við 2 ef að samtalið er líflegt og spurningar verða margar.
Ég ætla að fá að henda hérna líka inn í chatið hlekk á 4. samantekt-skýrslu vísindanefndar loftslagsbreytingar vegna þess að þarna svo mikið verið að tala akkurat hvernig loftslagsbreytingar munu hafa áhrif á allar víddir í samfélaginu okkar, hagkerfi, náttúru, samfélag. Þannig að þetta svona bara frábært ítarefni til að hafa einna held ég til hliðar við þennan fund. Ég ætla ekki að hafa þetta mikið lengra. Nú langar mig að gefa Önnu Huldu orðið og bjóða henni að deila hérna skjáinn og hlökkum til að heyra úr þér, Anna. Gjörðu svo vel. Takk fyrir, Elva. Heyrið ekki í mér? Jú, heyrum fínt. Flott. Gaman að vera hérna með ykkur í dag. Ég ætla að fara hratt yfir efni, ræða aðeins mögulegar afleiðingar á loftslagsbreytingum á Íslandi. Þetta svona, má segja þetta ákveðna upphitun fyrir lestrana sem að koma á eftir mér. En ég er skrifstofustjóri á skrifstofu loftslagsþjónustu aðlögunar hérna hjá Veðurstofunni. Þannig að við erum bæði að skoða mikið þessa þætti sem að eiga sér stað og líka hvernig við ætlum að búa okkur undir þær breytingar sem að koma til með að koma. Og kannski mér langar að benda á rétt áður en ég fer í erindið að það var að koma út núna á co2.is, ég get sett lekkinn inn á eftir fyrsta landsáætlunin aðlögun. Þannig að það hægt að skoða aðgerðir og lista yfir það hvernig við getum gert okkur tilbúin fyrir þessar breytingar sem við sjáum fyrir að eiga sér stað. En það þannig eins og vísindanefnd staðhæfir í skýrslunni sem að Elva minntist á áðan að loftslagsbreytingar eru byrjaðar að breyta náttúrufari og lífsskilyrðum fólks á Íslandi með vaxandi áskorun fyrir efnahag, samfélag og náttúru. Og það alveg ljóst að á síðustu áratugum þá hefur hlýnun átt sér stað á Íslandi, úrkomumynstri hefur breyst, jöklarnir hopað og sjávarstaða hefur einnig breyst. Hún hefur reyndar ýmist hækkað, lækkað eða staðið í stað, bara allt eftir í hvar á landinu við erum stödd og það tekur aðeins meir en 10 mínútur til þess að fara ofan í, kafa betur ofan í það með ykkur, kannski getum við rætt það í spurningunum á eftir. En þið sjáu líka línuna hérna neðst á myndinni sem sýna breytingar á meðalhita á Íslandi. Þið sjáu að rauður liturinn táknar hækkun hita og hlýnunin hefur eins og sést þar orðið hvað mest á síðastliðnum 2 áratugum sirka. En að meðaltali þá hefur hlýnun á Íslandi á síðastliðnu öld verið 1 gráðu. Og ef við horfum á niðurreiknaðar sviðsmyndir frá milliríkjanefnd Sameinuðu þjóðanna eða IPCC fyrir Ísland, þá mun hlýnunin halda áfram eftir öldinni en að sjálfsögðu mismikil eftir í hversu mikill samdráttur mun eiga sér stað í hnattrænni losun. En svona ef við miðum við það hvernig staðan í dag, þá má gera ráð fyrir að við lok aldarinnar þá hafi hiti á Íslandi hækkað svona 2 til 2,8 gráður. Og það má ætla að þessar breytingar á veður- og náttúrufari sem við höfum þegar orðið vör við í tengslu við hlýnandi loftslag muni halda áfram og stigmagnast. En þó verður alltaf að hafa í huga að veður- og náttúrufar verður áfram sveiflukennt. En við megum því gera ráð fyrir því að meðalhiti á Íslandi hækki bæði að vetri og sumrin verða svona almennt hlýrri og þurrari en veturnir mildari og blautari. Og við getum líka gert ráð fyrir því að aftaka úrkoma verði ýktari og tíðari eins að sjávarstaðan muni halda áfram að breytast. En það hafa verið svona sífellt hærri raddir að ræða hafstraumana í kringum Ísland og loftslagslíkön hafa lengi sýnt að með hlýnun á heimshafana þá líklegt að það dragi úr styrk á svokölluðum amok sem svona hafstrauma hringrás og það geti dregið úr hlýnun á Norður-Atlantshafi og ef það gerist þá berst minni varmi hérna til Norður-Atlantshafs sem gæti þá hægt á hlýnun á okkar slóðum og það áhyggjur af samdrættinu sem tengjast þá mögulegur hruni þessarar hringrásar sem gæti þá leitt til mjög skarprar kólnunar hérna í Norður-Atlantshafi. Jafnvel þótt að hnattræn hlýnun ætti sér stað á sama tíma. Og það hefur verið skrifað svolítið þetta nýlega, mikið af nýjum rannsóknum sem hafa verið að koma fram
sem sýna líkurnar á hruni á þessari hringrás, en ef til vill ekki fyrr en á næstu öld, þannig að við gerum ráð fyrir að það haldi áfram að hlýna hjá okkur fram að því. En það er mjög mikilvægt að hafa í huga í ljósi áhættunar, þá er mikilvægt að hnattræn losun gróðurhúsalofttegunda dragist saman sem hraðast. Það er í rauninni sú aðferð sem við getum haft áhrif á þetta. Afleiðingar loftslagsbreytingar ná aftur á móti til allra helstu málaflokka og það er alveg sama hvort að við erum að tala um náttúru, innviði eða velferð eða allt þar á milli, og það er alveg ljóst að við þurfum á svona samþættri og sanngjarni aðlögun. Og ég ætla nú ekki að kafa djúpt ofan í alla málaflokkana, ég ætla að koma með dæmi að aukin náttúruvá sem er eina afleiðingum loftslagsbreytinga og sjávarstöðubreytinga geta til dæmis aukið samfélagslegt tjón og gert kröfum stöðuga endurskoðun á áhættumati með tilliti til sviðsmynda. Þær geta haft áhrif á ferskvatnið okkar, áhrif á vatnsöryggi með truflun á forða og vatnsöflun, dreifikerfum og aukin hætta á mengun. Það hefur haft áhrif á fráveituna með breyttri úrkomu og hlákudögum, hækkandi grunnvatnsstöðu og sjávarstöðu, það eykur það álagið á fráveitukerfi og sérstaklega svona blöndukerfi. Og þetta er bara svona dæmi um það hvernig þessi áhrif geta endurspeglast í svona mismunandi málaflokkum. Og ég með nokkra glærurina sem ég ætla ekkert að kafa neitt dýpra, ég heldur bara að minnast á og hvet ykkur til þess að skoða þetta betur á loftslagsbreytingar.is. En áhrifin ná sem sagt líka til skipulagsmála, samgangna, mannvirkja, vátrygginga, orkumála, landbúnaðar, sjávarútvegs, ferðaþjónustu, fjármálastarfsemi, þjóðarhags, lýðheilsu, vistkerfa, eins og opinbera, sveitarfélaga og atvinnulífs og svo mætti lengi telja. En svona í ljósi tíma skorða þá ætla ég að láta þetta gott heita hvað þetta varðar og hvet ykkur eins og ég segi til þess að skoða þetta betur á loftslagsbreytingar.is af því að mér langar svo rosalega til þess að fá að sýna ykkur tól sem við erum nýlega búin að birta á beta vef Veðurstofunnar sem kom svolítið eftir þetta svona, hvað segir maður, hávara kall eftir skýrum og samræmdum upplýsingum mögulega áhrif loftslagsbreytinga á Íslandi til framtíðar og þetta er kall sem verður sífellt hærra. Og þetta er sem sagt fyrsta útgáfan af þessu tóli sem við köllum Loftslagsatlas Íslands og það er svona von okkar að hann svari þessu kalli. Hann er hugsaður til þess að vera verkfæri til stefnumótunar og ákvörðunartöku, ekki síst þegar kemur að þá aðlögun að loftslagsbreytingum. Hann er myndræn framsetning á þessum helstu áhrifum loftslagsbreytinga fyrir nærsamfélagið til framtíðar og hann svona vinnur svolítið á þessari upplýsingaóreiðu með því að vera formlegur farvegur fyrir viðurkenndar sviðsmyndir. Og gögnin úr atlasinum er hægt að nýta til þess að meta þá loftslagsáhættu og tjónnæmi sem dæmi. Og ég ætla örsnöggt bara að sýna ykkur nokkur skjáskot sem fara yfir virknina. Til að byrja með þá blasir við okkur mynd af Íslandi þar sem við getum til dæmis valið hvaða loftslagsvísi við viljum skoða betur. Og við höfum hérna valið meðalhita, en það eru ýmsir vísar sem snúa að hitafari, úrkomu, sjávarstöðu sem er hægt að skoða í þessari fyrstu útgáfu. Og við getum svo valið að horfa á allt Íslandi í einu eða ákveðin svæði og einnig hvort að við ætlum að horfa á árið í heild eða einstaka árstíðir. Svo getum við valið hvaða losunar sviðsmyndu viljum nota, en eins og áður sagði þá er þetta sem sagt niðurreiknaðar sviðsmyndir sérstaklega fyrir Ísland frá IPCC. Og við getum valið breytingar sem eru reyndar aðeins mismunandi eftir því hvaða loftslagsvísir er valinn, hvað er í boði, en í flestum tilfellum er hægt að velja á milli breytingar frá þessu viðmiðunartímabili. Það er sem sagt iðnbyltingunni 1981 eða sem sagt frá viðmiðunartímabilinu 1981 til 2010 eða gildi sem er þá eins og til dæmis gráðubreytingar. En við getum svo valið hversu langt fram í tímanu við viljum horfa
við getum valið á milli 3 mismunandi framtíðarpunkta. Svo fyrsti er nú ansi nálægt eða við erum eiginlega bara, ef við erum í þeim punkti frá 2015 til 2040. Svo er það miðbyggaldarinnar frá 41 til 70 og lokaldarinnar 71 til 2100. Og við þurfum ekki að skoða gögn fyrir Íslandi heild, við getum líka fært ykkur niður á byggðakjarna og skoða tímaraðir fyrir 110 byggðakjarna í kringum landið. Og eins er hægt að sækja öll gögn og nálgast þau á mismunandi sniðum, til dæmis sem tímaröð. En þessi gögn er, sem ég segi, öll opin og aðgengileg og það er hægt að ná þau líka á tölulegu formi ásamt því að greina því hvort að sjá. Og síðar meira er svona vonin að það verði bætt við þeim möguleika að hlaða niður á skýrsluformi fyrir hvert sveitarfélag, en það er ekki í þeirra útgáfu sem er núna. En það er einnig hægt að finna gögn sjávarstöðu og við getum þysað myndina til og frá og þar hefur reyndar bæst við sviðsmynd til viðbótar sem tekur tillit til óvissu bráðnunar jöklar og þá sérstaklega á suðurskautinu. Svo sviðsmynd heitir SSP5 8,5 LC, því er ekkert að sé ólíkleg sviðsmynd heldur að hún hafi ekki mikla vissu. Nú, það er hægt að sækja gögnin sjávarflöðum fyrir 77 staði víðsvegar á landið, þannig að það er ekki 110 eins og fyrir hina loftslagsvísana þar sem við erum einungis að skoða strandlínuna. Og þegar ákveðin byggð er valin þá fæst svona stöðumynd sem gefur yfirsýn frekar heldur en tímaröð eins og þau sjá hérna til hliðar. Og að lokum þá ætla ég bara að skilja ykkur eftir með þetta að þetta verkfæri, þetta lítur kannski út fyrir að vera bara kort, en þetta er meira en kort að mínu mati. Þetta er verkfæri sem við viljum nota til þess að umbreyta gögnum í samtal og hjálpa okkur að spyrja betri spurninga og taka upplýstar ákvarðanir og þannig að styðja við langtíma hugsun og skipulag og færa okkur rauninni nær frá bara að hafa gögn í höndunum til þess að fara út í aðgerðir. Og já, þannig ég er með hérna hlekki, ég get sett það inn á chati líka að vísindaskýrslan er á loftslagsbreytingar.is. Atlasinn hefur sína eigin slóð en einnig hægt að nálgast á beta síðu Veðurstofunnar. Segi bara takk fyrir. Erum við með spurningar eftir á, það ekki bara Elva, þú ert mjútuð held ég. Já. Við erum með spurningar eftir á og bara frábært, takk kærlega fyrir þetta Anna. Þetta var mjög góð opnun held ég inn í umræðuna og ég er strax komið með spurningar sem ég langar að spyrja þig eftir. En þá held ég við skellum okkur yfir á Hafstein og bara við erum velkomin að deila glærum og orðið þitt Hafstein, gerðu svo vel. Frábært, 1000 takkir. Heyrist ekki sæmilega í mér? Heyrist bara mjög vel. Það er glæsilegt. Glærurnar komnar hérna. Já, svona yfirskriftin á þessum fundi hjá okkur, að hún er áhættustýring og loftslagsbreytingar og ég ætti kannski að byrja á því að koma aðeins út úr skápnum með það að ég er svona betur að mér annað umfjöllunarefni heldur en hitt, að ég er sem sagt ekki sérfræðingur í loftslagsbreytingum, en ég hef hins vegar síðustu 15 árum starfsævinir á fjármálamarkaði og þar af umtalsverðum hluta við fjárfestingar þar sem að áhættustýring er auðvitað mjög miðlæg. Og það sem að ég hef kannski rekið maður aðeins á núna á síðasta árinu eða svo í mínum störfum er að það hefur orðið svona afgerandi breyting í þessum áhættum sem að fyrirtæki standa frammi fyrir. Og það er helst út af svona geopólitískum breytingum sem að við erum að upplifa í skipan heimsmála og alveg sérstaklega eftir valdatöku nýs forseta í Bandaríkjunum. Og það lítur svona út fyrir að þessu 80 ára tímabili þar sem að samvinna Evrópu og Bandaríkjanna veitti svona alþjóðlegum leikreglum í samskiptum ríkja einhverja kjölfestu að því sé að ljúka og afleiðingin er þá aukin spenna í milliríkjasamskiptum og svona harka í samkeppni stórveldana. Og það merkilega er að við á Íslandi, við höfum nú þegar fundið fyrir þessu á eigin skinni. Að mörg íslensk fyrirtæki urðu fyrir verulegum skakkaföllum út af tollastríði Bandaríkjanna og svo reið annað áfall yfir í síðasta mánuði þegar kom í ljós að framleiðendur kísiljárns urðu fyrir verndaraðgerðum Evrópusambandsins. Þannig að þetta er svona, ég er svolítið að nálgast þessa áhættustýringu út frá þessari áhættu, þessum ógnum í geopólitísku umhverfinu sem að geta svona umturnað rekstrarumhverfi og virðiskeðjum á eiginlega bara einni nóttu.
Og það sem kemur auðvitað í ljós þegar maður byrjar að skoða þetta að þessi geopólitíska áhætta á mjög margt sameiginlegt með þessari loftslagsáhættu sem við erum að tala hér í dag. Af því að við erum yfirleitt að tala einhverja atburði sem að gerast með lágri tíðni en hafa mjög mikil áhrif, að við getum séð oft bæði fjárhagsleg og áþreifanleg áhrif, að þetta eru atburði sem mjög erfitt að sjá fyrir og við getum séð mjög flókna keðjuverkun. Og í geopólitíkinni þá þetta yfirleitt mannannaverk en þegar við erum að horfa á loftslags- og náttúruvá og þá þetta yfirleitt atburðir sem eiga sér upptök einhvers staðar í náttúrunni þó þeir getur þetta verið að mannavöldum upphaflega. Og það má kannski líka segja að allt sem við erum að tala hér bæði í tilviki geopólitískrar áhættu og loftslagsáhættu að það má líka til sanns við að færa eldvirkni og jarðhræringar sem við erum auðvitað orðin mjög vön að eiga við á síðustu 15 árum. Og í öllum tilvikum að þá skiptir númer 1, 2 og 3 máli að við séum undir þau búin, að við séum með einhvern viðbúnað. Þannig að ég held að svona þessar raskanir sem við höfum séð á alþjóðlegum virðiskeðjum og alþjóðaverslun út af geopólitískum inngripum að þau séu svona, ég veit nú ekki hvernig snyrtilegt að orða þetta, að það sé kannski góð upphitun eða æfing fyrir okkur til þess að eiga við þessa vaxandi loftslagsvá. Og við erum að sjá vaxandi vitund þessar áhættur í atvinnulífinu og það sést mjög vel í nýjustu áhættuskýrslu World Economic Forum og það leitað viðhorfa hundruða sérfræðinga víða veröld og þeir eru spurðir hverjar eru helstu áhætturnar til næstu 2 ára og þá kemur í ljósa hérna á topp 10 listanum að það eiginlega engar rekstrar áskornir þarna, að það ekki verið að tala verðbólgu eða vexti eða efnahagslegan samdrátt eða eitthvað þess háttar. Heldur eiginlega hver einasta ógn sem við sjáum hérna á topp 10 listanum að hún hefur með sjálfbærni að gera í einhverjum víðum skilningi. Og þarna standa loftslagsáhætta og spenna í milliríkjasamskiptum algjörlega hlið við hlið, því þetta eru auðvitað mjög nátengt fyrirbæri. Og ég held að þegar svona stjórnendur sjá þessar stóru áhættur að þeir upplifi mjög oft svona ákveðin vannmátt gagnvart þeim. Af því ef ég er stjórnandi hjá íslensku fyrirtæki, hvað get ég gert í náttúruhamförum af völdum veðurs? Eða vopnuðu milliríkjaátökum, eða viðskiptadeilum, eða tollastríða. Þetta eru svo stórir atburður og manni líður eins og maður sé svo smári í samanburðum. Og það auðvitað mjög skiljanlegt af því að svona þessi hefðbundnu tól sem við notum til að mæla og bregðast við áhættu og þau duga mjög illa þegar við stöndum frammi fyrir atburðum með mjög lága tíðni eins og geopólitíska áhætta og loftslagsáhætta. Þannig að það sem ég hef verið að skoða síðasta árið hvaða praktísku ráð við höfum til þess að eiga við svona innan gæsalappa óhugsandi áhættu. Og þá kemur kannski í ljósa við í atvinnulífinu að við getum sótt í brunn aðila sem eiga við áhættu af þessum toga á hverjum degi og það eru helst kannski öryggisþjónustur og diplómatar, það eru svona stofnanir eins og FBI og CIA. Og þó að þetta séu aðferðir sem eru hannaðar til að eiga við geopólitísk áföll og þá held ég að það nýtist okkur líka til þess að eiga við loftslagsvá. Þannig að það verður svona fókusin hjá mér, hvað við getum gert til þess að stýra lágtíðni áhættu. Og þá kemur auðvitað í ljós að það heilmikið sem við getum gert. Hérna ég búin að teikna upp það sem kallað áhættutrektin, að þetta svona áhættustýringar tól sem maður lærir fljótt í áhættustýringu, að það svona hvernig maður getur farið niður þrep til þess að draga úr áhrifum áhættu á fyrirtækjarekstur. Og það fyrsta að draga úr líkindum áhættu, að draga úr líkunum á því að áhættan raungerist. Og tilviki bæði geopólitískrar og loftslagsáhættu að þá auðvitað við sem mannkinn getum gert ýmislegt en þegar við erum bara stjórnendur í einu fyrirtæki að þá kannski lítið sem við getum gert til þess að hafa áhrif á líkindi þess að hún raungerist. Þannig að allt sem við getum gert að það neðst í trektinni. Að það annars vegar að reyna að draga úr okkar berskjöldun eða exposure gagnvart í ef að áhættan raungerist og það heilmargt sem við getum gert þar að við getum skoðað tekjustofnun okkar, við getum skoðað viðskiptasambönd okkar við birgja, við getum keypt okkur áhættuvarnir og tryggingar og svo það hvernig við stýrum áhrifunum af þessari berskjöldun ef að við lendum síðan í því versta og áhættan raungerist. Og það eru hlutir eins og við séum með nægt eigið fé, laust fé og trygga fjármögnun en líka við séum með varaleiðir ef að innviðir bregðast og síðan viðbragðsáætlanir þannig við getum brugðist hratt við. Og getur ímyndunaraflið hjálpað okkur.
Af því ef við ætlum að draga úr áhættu í virðiskeðjunni þá þurfum við að taka afstöðu til þess hvar þessi áhætta liggur. Til dæmis jafn mikil áhætta sem að fylgir því að vera með birgja í Danmörku eða Bandaríkjunum eða Kína, bæði út frá geopólitík en líka út frá loftslagsáhættu. Og þarna kemur skapandi hugsun og dómgreind til sögunar. Og ég veit að þetta sko að segja, við þurfum bara að beita ímyndunaraflinu, þetta hljómar eins og eitthvað svona barnabók eftir Roald Dahl. En ef ég get skilið ykkur eftir með eina hugmynd í dag, þá það að taka þetta alvarlega. Og ég held að okkur sé alveg óhætt að gera það. Og heitið á erindunni hjá mér í dag, það að segja þegar ímyndunaraflið bregst, að það sótt í skýrslu rannsóknarnefndar bandarískra þingsins á hryðjuverkaárásum Al-Qaida á Tvíbaraturnana 11. september 2001. 11. kaflinn í þeirri skýrslu, hann sem sagt helgaður þessum mistökum sem að bandarískar öryggisþjónustur gerðu í aðdraganda árásarinnar. Og nefndin nefnir svona fernabresti í starfsemi bæði FBI og CIA, það að segja í stefnu, getu og stjórnun, og það kemur kannski á óvart hvað var efst á lista, að það var að ímyndunaraflið hefði brugðist. Af því að fram að 11. september þá voru nánast öll flugrán og þau voru gíslatökur sem að þýddi að það voru eiginlega engar flugvélar sem höfðu innsiglaða flugstjórnarklefa. Þannig að öryggisþjónustur og þær höfðu ekki hugarflug til að láta sér detta í huga að það væri hægt að nota flugvélar sem árásarvopn með þessum hætti eins og gert var 11. september. Og það ein af ástæðunum fyrir því að svo fór sem fór. Og þess vegna einn helsti lærdómur skýrslunnar að það mikilvægt að finna einhver leið til þess að innleiða og stofnanabinda ímyndunarafl í áhættustýringu til þess að sjá fyrir og bregðast við öryggisógnum með lág líkindi. Og þessar stofnanir að þær gengu enn lengra af því að það eitt að segja bara við þurfum að beita ímyndunaraflinu en síðan annað að gera það í praxís. Og úr því að þá verður það sem kallað á ensku Structured Analytic Techniques eða skipuleg greiningatekni og það svona alls konar tricks sem að við getum nota til þess að reyna að draga úr slagsíðu í þangagangi hjá okkur, að reyna á forsendur sem að við kannski tökum sem gefnum án þess að átta okkur á því og hvetja til skapandi hugsunar. Og sumar af þessum aðferðum nú þegar í notkun í viðskiptalífinu. Eitt getur til dæmis verið það sem kallað rauðliðun eða red teaming, að þar fær einhver hluti teymis það hlutverk að bregða sér í hlutverk óvinarins og reyna að finna veika bletti í virðiskeðjunni eða jafnvel að setja sig bara í hlutverk annarkvort óvinaríkis eða óvinveits eftirlitsaðila eða eitthvað þess áttar og hefur þá það hlutverk að reyna að finna þessa veiku punkta. Og ég held að þetta sé alveg sérstaklega gott fyrir okkur á Norðurlöndunum af því að við mælumst eiginlega alltaf há í því sem kallað agreeableness eða samlyndi og okkur finnst mjög óþægilegt þegar einhver svona að reyna að gagnrýna okkur og okkur finnst sjálfum óþægilegt að gagnrýna aðra. En hérna búum við sem sagt til einhverja svigrúm fyrir teymi til þess að finna veika bletti án þess að það búi til núning í samskiptum. Og það getur þá verið, ég tók dæmi að við setjum okkur í spor bandarískra stjórnvalda, hvernig getum við sett þrýsting á íslensk stjórnvöld með því að þrengja að íslensku atvinnulífi og þá kannski finnum við einhverja veika bletti. Annað getur verið svokölluð forkrufning eða öfug sviðsmyndagreining. Yfirleitt fer sviðsmyndagreining þannig fram og ég þekki það á bankakerfinu að við gefum okkur einhverja sviðsmynd eða eitthvað áfall og við keyrum hana og svo sjáum við hvernig efnahagsreikningur og rekstur bankans bregst við og ef allt eins og á að vera þá getur bankinn staðið af sér. En það þýðir að við eiginlega alltaf að bregða okkur eða við eiginlega aldrei að búa okkur undir áfallið sem að fellir bankana. Við alltaf að búa okkur undir áföll sem við getum þolað. En öfug sviðsmyndagreining og hún byrjar á hinum endanum að við byrjum á að gefa okkur eitthvað alvarlegt að við misfarist og svo vinnum við okkur tilbaka að sviðsmyndunum sem að gætu valdið þeirri niðurstöðu. Við getum til dæmis hugsað okkur að stærsti viðskiptavinur okkar hættir fyrirvaralaust að skipta við okkur og hvaða röða atburða gæti hafa leitt til þess. Nú annað að halda sviðsmyndasöfn þar sem að við söfnum raunhæfum sviðsmyndum og hættumerkjum, mati af áhrifum og viðbragðsáætlunum. Það getur til dæmis verið að búa okkur undir drónaárásir á íslenska orku eða samskiptainnviði eða gefa okkur miklar frosthörkur eða lægðagang sem að lokar siglingaleiðum langt skeið. Svo getur líka hjálpa til að gera viðbragðsæfingar í rauntíma og það svona stríðsleikir eins og við þekkjum úr varnargeiranum að það þá hlutverkaleikir þar sem að hópar meta áhrif einhverja sviðsmyndar, samhæfa viðbrögð og taka ákvarðanir aðgerðir í rauntíma og þá hugmyndin svo að við séum að skoða einhverja flöskuhálsa í ákvarðanatöku sem við vissum kannski ekki af.
Ég tek sem dæmi, við getum æft viðbrögð við því ef að bandarískum hugbúnaðarbyrgjum gert að hætta viðskiptum við kúnna á EES-svæðinu og þá auðvitað förum við í alls konar hugmyndir, sko, ok, einhver varaleið sem við höfum, þurfum við að setja okkur í samband við stjórnvöld og þá eru bara basic hlutir eins og í hvert hringjum við hjá stjórnvöldum, einhver með síman hjá þeim og þetta eru svona veiki punktar hugsanlega í okkar ákvarðanatöku og viðbrögðum sem við getum reynt að finna með því að æfa okkur í rauntíma. Og svo getur það verið bara að leggja ímyndun og skylda á, þannig að við einsetjum okkur til dæmis að fjalla lágtíðni sviðsmyndir í stjórnarskýrslu með annarri reglulegri skýrslugjöf. Og vil ég hvetja til þess líka að við getum notað gervigreindina til að hjálpa okkur. Það er auðvitað hættulegt að maður útvisti svona sjálfstæðri hugsun, en ChatGPT getur verið svona þangafélagi. Og setti ég til dæmis inn bara fyrir í dag svona skipun þar sem ég bað að hjálpa til við að búa til sviðsmyndasafn fyrir loftslagsáhættu og þá kemur hún með alls konar hugmyndir að búa sig undir sko áhrif lægðarhrinu á innviði, að búa okkur undir ef að vatnsbúskapur brestur og það verður lækkun lónstöðu og raforkuskerðingar eða ef að fiskistofnar færa sig úr landhelginni. Og þetta eru þá svona hlutir sem að maður þarf kannski að velta fyrir sér. Og ég fæ mjög oft þegar ég svona að ræða þessar hugmyndir að búa sig undir lágtíðnisviðsmyndir að þá yfirleitt tvennt sem að fólk segir. Að það annars vegar býtum við, eru þessar sviðsmyndir ekki langsóttar? Erum við ekki að búa okkur undir, erum við ekki að mála skrattan á veggi? Og það er auðvitað alveg rétt að eðli málsins samkvæmt að þá eru þetta lágtíðnisviðsmyndir en í geopólitíkinni að þá eiga eiginlega flesta sviðsmyndirnar sem við erum að tala hér í dag að þær eiga sér einhver fordæmi. Að það er ekki nema 8 áratugir síðan Ísland var hernumið af erlendu ríki og það er svona kynslóð ömmu og afa sem er manið til því. Það eru 5 áratugir síðan að Evrópuþjóð stundaði rányrkju í íslenskri lögsögu og það er svona kynslóð foreldra minna sem er manið til því. Og svo er ekki lengra síðan en 2 áratugir síðan að íslenskur banki féll eftir að vinaþjóð fristi eignir okkar með beitingu hryðjuverkalaga og það er svona mín kynslóð og okkar kynslóð sem að kannast við það. Og svo er ég líka spurður, sko, við erum að tala það alls konar mismunandi sviðsmyndir, er ekki útilokað að við búum okkur undir réttu sviðsmyndina? Og svarið við því eru þetta jú, en það er ekki eini punkturinn. Punkturinn er líka sá að við erum að reyna að afhjúpa veikleika og þjálfa upp þessa hæfni til þess að bregðast við ytri áföllum og það er viðnámsþrótturinn sem við erum að reyna að skapa. Og það er ástæðan fyrir því að Dwight Eisenhower sem er einn öflugasti herforingi allra tíma að hann sagði að áætlanir væru gagnslausar en að áætlanagerð væri nauðsynleg. Og það er bara út af því að eftir því sem við eyðum meiri tími að búa okkur undir hið óvænta að þeim mun betri verðum við í því. Þannig að til þess að taka þetta saman að þá hefur geopólitísk áhætta farið vaxandi og hefur þegar haft víðtæk áhrif á rekstur fyrirtækja líka á Íslandi. Og röskunin sem að þessi geopólitísku inngrip hafa valdið, þau eru kannski ákveðin upptaktur að þessum áhrifum sem að loftslagsbreytingar geta haft á virðiskeðjur og milliríkjaviðskipti. Geopólitísk áhætta og loftslagsáhætta eiga það sameiginlegt að falla mjög illa að svona þessum hefðbundnu tólum áhættustýringar og þess vegna þurfum við að gefa þeim sérstakan gaum. Og ein leiðin til þess að eiga við þessa lágtíðni áhættu er með viðbúnaði sem að dregur úr berskjöldun og eykur áfallaþol. Og þar getum við nýtt okkur þessa skipulegu greiningatækni sem að virkjar skapandi hugsun og dómgreind og þjálfar upp aðlögunarhæfni. Og þá er þetta komið hjá mér og ég bara sendi boltan aftur á Elvu Rakel. Takk kærlega fyrir, Hafsteinn. Þetta er alveg sjúklega áhugavert. Ykkur að segja að þá var hann Hafsteinn með erindi núna í haust hjá okkur hjá Festu þar sem við vorum með viðburð sem var eingöngu fyrir stjórnir og framkvæmdastjóra okkar aðildafélaga og okkur fannst erindi einfaldlega svo ógeðslega flott að við okkur langaði til að stærri hópur myndi fá að heyra það. Þannig að við tókum Hafsteinn aftur inn og kæra þakki fyrir að taka aftur tíma til að vera með okkur Hafsteinn. Næst á mælendaskrá er hann Dr. Mikael Allan Mikaelsson og fyrir þá sem muni eftir því að þá var hann einmitt á janúarráðstefnu okkar í fyrra. Og af því að við vitum að hann er núna með mjög áhugavert verkefni í undirbúningi þar sem okkur langar svo til þess að íslensk fyrirtæki fái að þeirra rödd fái sko pláss inn í þessu verkefni eða þeirra rödd heyrist að þá byrðum við honum að koma einn dag og segja okkur aðeins frá því ásamt svona stærra samhengi hlutana sem hann er að vinna að. Þannig að Mikael, ég ætla bara að gefa þér orðið núna og bjóða þér að deila. Kæra þakkir, heyr allir vel í mér? Heyri bara ljómandi vel, takk.
Frábært. Þarna ég hef örugglega verið með allt og margar glærur, þannig að kannski mun ég fara svolítið hratt yfir sem það þeirra. Já, eins og geti þá starfa ég hjá Stockholm Environment Institute sem sérfræðingur á sviði stefnumóla í tengslum við loftslagsbreytingar. Og í þessu erindi mun ég fjalla hvernig loftslagsbreytingar eru nú þegar farnar í auknum mæli að hafa veruleg áhrif á alþjóðlega aðfangakeðjur og viðskipti. Og ég vona sér lagi að ég mun nota enska glærur en ég mun ræða það bara ég mun tala í kringum glærurnar á íslensku. En á titlinum þá nota ég myndlíkingunum slagæðar hagkerfisins því að flutningar aðfangakeðjur og innviðir eru bókstaflega blóðrás alþjóðahagkerfisins. Og þar af leiðandi þegar þær verða fyrir truflunum þá finnst það hratt í efnahagslegu öryggi og í samfélaginu sjálfur. Eins og hér má sjá þá erum við ekki að tala einhverja framtíðarhættu hvað var afleiðingar loftslagsbreytingar á aðfangakeðjur, heldur þetta orðið núverandi veruleiki. Hitabylgjur, flóð og fellibyljar sem áður þóttu sjaldgæfir eru orðnir mun tíðari og hafa nú þegar valdið truflunum í framleiðslu í mörgum ólíkum geirum og raskað flutningum og birgðahaldi. Og enda hafa fjölmiðlar víða um heim verið að greina reglulega frá slíkum loftslagstengdum atburðum sem í auknum mæli eru að rjúfa virðiskeðju fyrirtækja. Og gott að bara ítreka að nýleg rannsókn sýndi fram að öfgahitastig sem árið 1981 þegar ég var 1 árs hefði komið fram í miðvesturríkjum Bandaríkjanna það bil einu sinni á 100 árum hafa nú endurkomutíma upp á einu sinni á 6 ára fresti. Og í Kína nú endurkomutími fyrir slíkra viðburða einu sinni á 16 ára fresti og ég held að þetta sé eitthvað sem gott að láta aðeins að melta, af því þetta nú gríðarlega breytingar. Loftslagsáhætta erlendis getur haft bein áhrif á Ísland, Norðurlöndin, Evrópu og aðra heimshluti í gegnum alþjóðlega viðskipti og aðfangakeðjur og áhættan berst með mismunandi leiðum í gegnum framleiðslutap, truflanir í flutningum, minni framleiðni vinnuafls í tengslu við hitabylgjur til dæmis og jafnvel fjármálalegt smit milli markaða og sérstaklega eru alþjóðlegir flutninga og samgöngu innviðir hafnir, járnbrautir og vegir mjög útsettir gagnvart þessum vám og það var nýleg rannsókn sem var framkvæmd af, ég held að það hafi verið Oxford háskólinn og King's College sem sýndu fram að kostnaðurinn efnahagslega alþjóðlega geti orðið eins hár og 26 trilljónir fyrir 2060. Til að mynda þá sjáum við hér nokkur töluleg dæmi umfang áhættunar. Meiri hluti hafnar heimsins útsettur fyrir 3 eða fleiri loftslagsvám sem geta átt sér stað stundum samtímis og 1/4 vega- og járnbrautarkerfa heims einnig í hættu og vert að hafa í huga að þessi samgöngu innviðir sem eru á landi eru oft svo kallaði last mile hluti af aðfangakeðjunum þar sem oft ekki til aðrir samgönguvalkostir sem geta komið til staðgöngu. Þannig að við erum ekki að tala hérna jaðaráhrif, heldur kerfislega áhættu fyrir alþjóðleg viðskipti. Og það var önnur greining hjá ástralsku greiningafyrirtæki sem sýndi fram á að meiri hluti þeirra héraða og ríkja í heiminum sem eru mest berskjöldu fyrir loftslagsvá og tjónnæmni hátt eru í stöðum eins og í Bandaríkjunum, Kína og Indlandi á svæðum þar sem gríðarlega mikil hráefnaframleiðsla bæði í landbúnaði en líka í ýmsum tækniiðnaðum. Hérna á þessari glæru má sjá niðurstöður úr rannsókn sem við gerðum fyrir nokkrum árum sem bara sýndi fram á hættuna í tengslum við að hafa of mörg egg í sömu körfu og hérna gott dæmi í tengslum við landbúnaði. Þar sem alþjóðlega landbúnaðarkerfi sýnir vel hvernig samþjöppun framleiðslu eykur áhættu. Það að segja að þegar stór hluti af heimsframleiðslu á lykilaðurðum kemur frá fáum svæðum þá geta sjálfsögðu loftslagsáföll á þessum svæðum haft víðtæk áhrif á verð, framboð og jafnvel fæðuöryggi. Og í þessari greiningu til að mynda þá sýndu fram á að þetta mjög, við vorum að gera þessa greiningu fyrir sænska ríkið. Það sem við vitum að kringum 50% af matvælaframboði landsins háð innflutningi og hérna á vinstra megin á glærunni má sjá að mjög stór hluti þeirra matvælaútflutningslanda sem Svíþjóð reiðir sig á til að mæta eftirspurn eru sérstaklega viðkvæm eða eru með hátt tjónnæmni og mjög berskjöldu fyrir loftslagsbreytingum
og sérstaklega hvað varðar mais, sykurreis, soja og hrísgrjóna. Og hérna til hægra megin þá má sjá líka myndarinnar framsetningu á því hver samþjöppuð alþjóðleg framleiðsla á einum af helstu grunnfæðutegundum sem mais. Þannig getið ímyndað ykkur að ef röskun myndi eiga sér stað vegna þurrka í Bandaríkjunum, hversu hlutfallslega mikil háar afleiðingarnar myndu geta verið á heimsvísu. Og það eru mikið af rannsóknir sem hafa verið einmitt að sýna fram á vaxandi loftslagsálag á landbúnaðarkerfið, þó ég mun fara aðeins út fyrir landbúnaði sem dæmi, en í þessu tilfelli þá rannsóknir búin að sýna að það búist við töluverðu uppskerutapi vegna loftslagsbreytingu þegar litið til lengri tíma. Á sama tíma það aukin þurrkaháhætta í mikið af þessum framleiðslulöndum sem að Evrópa treystir á. Í einni rannsókn sýndu við fram á að á næstu 50 árum getu skerðing á uppskeru verið jafn há og nálægt 60% fyrir sykurreyr, yfir fjórðung fyrir mais og var næstum 8% fyrir hrísgrjónarækt. Síðan hafa aðrar rannsóknir sýnt fram á að stór hluti þeirra landa sem við reiðum á fyrir innflutningi af landbúnaðarvörum munu eiga við auknum áhættum í tengslum við þurrka. Og líka alvarleiki þessi þurrka munu aukast töluvert á næstkomandi árum. En síðan ofan á það, ef útlitið var ekki nógu svart, það hafa einnig rannsóknir sýnt fram á að mörg þau loftslagslíkön sem við reiðum á til þess að gera þessa greiningarvinnu eiga til að vanmeta áhættuna í kringum þessi loftslagssjokk, raskanir, út af því að við lítum alltaf á raskanir í einangrun og staðreyndin svo þegar kemur að loftslagsbreytingum þá munum við sjá mikið af þessum áföllum gerast á sama tíma. Það munum margar loftslagsvár hafa áhrif á marga ólíka aðfangakeðjur í tengslum við matvæli í ólíkum löndum og það mun gerast oft á sama tíma eins og við sáum sumarið árið 2022. En þetta snýst ekki einungis matvælaöryggi, heldur einnig efnahagsöryggi og það var sýnt í evrópska loftslagsáætlunarmatinu. Það sýndi auðvitað að truflanir í aðfangakeðjum fyrir lykilhráefni geta haft víðtæk áhrif á iðnað, störf og samfélagslegan stöðugleika jafnvel. Og í þessu loftslagsmati þá einblíndum við til dæmis á svokallaða gæðamálma sem að gegna stóru hlutverki í orkumskiptum og í tölvuvæðingu. Á þessari glæru sjáum við að nú þegar námuiðnaður nú þegar byrjar að finna fyrir áhrifum af vaxandi loftslagstengdum áhættum. Árið 2019 voru öflugir stormar og flóð greind sem helstu tvær ástæður fjárhagslegs tjóns í þessum geira. Það var til að mynda tap sem nam upp á 385 milljónir bandaríkjadala árið 2023 vegna tilstilla öfgamikilla úrkomu og flóða í næststærstu koparnámi heims í Indónesíu. Og eftir metúrkomu og tilheyrandi flóð í norðaustu héraði Liaoning í Kína þurfti að stöðva rekstur 116 náma í sama árið 2023. Við erum einnig búin að vera að gera rannsóknir sjálf hérna hjá Stockholm Environment Institute. Hér má sjá niðurstöður nýrra rannsókna sem við erum að framkvæma og vera birt snemma á næsta ári sem sýnir hversu stórt hlutfall eða á milli 15–30% náma fyrir slíka gæðamálma eru nú þegar í dag berskjölduð fyrir verulegri áhættu af völdum vatnskort. Og í þessu tilfelli áhættan nú þegar há en mun aukast á næstu áratugum. Aftur á móti, ef við skoðum aðra loftslagsvá, til dæmis þá hættu sem námurnar steðja frá öfgafullum hitabylgjum, þá sjáum við allt annað mynstur. En þar sjáum við að hættan takmörkuð í dag en mun auka gríðarlega á komandi áratugum og hafa áhrif á vel yfir 20% af flestu gæðamálma námuvinnslu. Þetta mun auðvitað hafa áhrif á marga iðngreinar sem að reiða á tækni, bæði í orku, í upplýsingatækni og öðrum geirum. Og það sem gerir auðvitað hlutin verri að við búumst auðvitað við að eftirspurnin eftir aukast gríðarlega og það rosalega mikil við erum mjög háð innflutningi fyrir þessa gæðamálma sem líka svipað í landbúnaðargeiranum samþjappað í tiltölulega fáum löndum. Og mörg þessi lönd eru sérstaklega með hátt tjónnefni hvað varðar loftslagsbreytingar. Við erum einnig og búin að vera að vinna við að skoða hvernig afleiðingarnar við munum hafa á tryggingakerfið og það mun vera skýrsla sem við munum birta snemma á næsta ári sem að mun fjalla þetta.
þegar spurt hvort að slagæðar alþjóðahagkerfisins eru að spennast að mörkum tryggingaverndar, það kemur ekki óvart út af því að tryggingamarkaðir standa auðvitað frammi fyrir vaxandi áskorunum. Tjón vegna náttúruhamfara eykst, áhættudreifingin verður því erfiðari og á sumum svæðum eru nú þegar byrja að sjá að tryggingamarkaðurinn byrja að draga sig tilbaka. Og þetta auðvitað skapar verndarbresti sem hafa bein áhrif á fyrirtæki og samfélög. Í tengslum við vaxandi loftslagstengt tap þá hefur þetta byrjað að setja álag á tryggingageirann. Lækkun lánhæfismata vegna beinna loftslagsáhættu byrjað að hraðast og sem gott dæmi um það þá lækkaði Standard & Poor einungis lánhæfismat 2 einkarekna innviðafyrirtækja í Norður-Ameríku á 12 ára tímabili milli 2005 og 2017 en á einungis 5-6 ára tímabili milli 2018 til 2023 þá var þessi tala komin upp í 19 sem endurspegla vaxandi áhyggjur af tjónnæmni í slíkra innviða. Loftslagsáhætta líka orðin lykilþáttur í lánhæfismati. Kostnaður tryggingafélaga vegna náttúruhamfara rís hratt. Það aukast milli 6-7% á hverju ári. Tryggt tap nam 137 milljörðum bandaríkjadala árið 2024 og áætlað að það fari núna yfir 145, kannski nálægt 150 milljarða í ár. Knúið áfram að tíðari og alvarlegri loftslagsatburðum en líka út á aukinni útsetningu á áhættusvæðum. Mikið af þessu snýst bara hreinlega slæma stefnumótun. Þegar kemur að kerfisbundnum loftslagsröskunum sem eru byrjað að grafa undan áhættudreifingu þá vert að hafa í huga að loftslagstengdar náttúruvár fara auðvitað þvert á við landamæri og atvinnugreinar og grafa þar af leiðandi undan getu tryggingafélaga til að dreifa áhættunni og afhjúpa skörð í þekkingu og í aðlögun. Brottflutningur af mörkuðum og vaxandi tryggingabili eitt sem ber að hafa áhyggjur af. Hefðbundna tryggingar byrjað að bregðast á hááhættusvæðum, til dæmis í Flórída í tengslum við fellibíla, í Kaliforníu vegna flóð, en einnig eru að sjá þetta núna í Evrópu í kjölfar flóðanna í Ardalnum í Þýskalandi. Og þetta byrjað að leiða til óviðráðanlegra iðgjalda og minnkandi tryggingaverða sem að sérstaklega hefur verið áberandi í tengslum við rekstrarrof vegna þurrka og flóða. Og þetta mun auðvitað hafa áhrif á takmörk á nýstárlegum verkfærum. Tryggingafélögin eru byrjað að nota svokallaða vísitölutengdar tryggingar til að veita skjót uppgjör en slíkar tryggingarlausnir gera ráð fyrir greiðslur sem ekki tengdar við tjóni sem að tryggingaeigandinn hlýtur heldur hreinlega í tengslum við hvort að ákveðin loftslagsvá nær ákveðnu þröskuldi og þetta getur verið í tengslum við hversu mikil rigningin eða vindhraða. En vandinn sá að það eru auknum mæli að vera óhagkvæmar af því að þröskuldin byrja að vera rofnir of oft. Við sjáum að jafnvel mörg fyrirtæki í landbúnaðargeiranum geta ekki einu sinni haft efni á slíkum tryggingum í dag. Þar er upptakan mjög takmörkuð. Og hvað varðandi afleiðingar fyrir viðskipti, við sjáum hérna þetta ný skýrsla sem kom út frá World Business Council for Sustainable Development sem sýndi að 61% fyrirtækja eru byrjar að sjá aukinn kostnað vegna beinum afleiðingum loftslagsbreytinga. Ekki mata svo. Mikael, þú ert hérna mjútaður allt í einu, þú ert afmjútað þig. Við vorum að reyna að þakka niður í einhverjum öðrum þökkum og niður hér. Afsaka þetta. Já, ok, fyrirgefðu. Bara áfram. Hvar endaði ég síðast? Þú varst að tala World Business Forum og þeirra aðdæmi. Já, þessi skýrsla hjá World Business Council fyrir Sustainable Development, þeir gerðu könnun á fyrirtækjum og sýndu að 61% fyrirtækja voru byrjað að búast við auknum kostnaði vegna loftslagsbreytinga á næstu árum. Og þetta gríðarlega mikilvæg tala því að ég búinn að vera að skoða þetta viðbúnað og bara raun og veru meðvitund fyrirtækja og fyrir kannski einungis 3-4 árum þá var þessi tala kannski 25-30%. Við erum ofta að tala kannski stóru alþjóðlegu fyrirtækin en engu að síður þessi breyting töluverð. Þegar
spurningin auðvitað, í dag þá hefur verið mikið af takmarkunum í innleiðingu af loftslagsaðlögun hjá fyrirtækjum og það eru nokkrar ástæður á bak við því. Það er fyrsta lagi skipulags- og mannauðstakmarkanir. Það er að segja að það er skortur á sérfræði þekkingu innanhúss, einangraða deildir og skortur á þverfaglegri samþættingu sem að hamla heildstæðum aðlögunarstefnum. Það er líka þekking á aðlögun og vettvangar sem bara hreinlega ná ekki út fyrir mörg fyrirtækisins. Af því að það, þegar við erum að tala um aðfangakeðjur sem að mörg fyrirtæki reiða á, þá er rosalega lítið sem að kannski eitt fyrirtæki út af fyrir sig getur gert til samanburðar ef það myndi vera samstarfsvettvangur fyrir fyrirtæki sem að vinna innan sama geira til þess að vinna saman. Síðan eru líka veikir viðskipta og stefnuhvatar og það er bara lítið í stefnumótin hjá stjórnvöldum hvort sem að sé í Evrópu eða í ákveðnum Evrópulöndum sem að skapar hvata til þess að fjárfesta í loftslagsáhættumötum og aðgerðum. Það sem að við erum búin að vera að hvetja að fyrirtæki til að gera núna er að auka sameiginlega fjárfestingar í opnum og ákvarðanahæfum loftslagsáhættugögnum og til þess að reyna að auka gegnsæi í aðfangakeðjunum sínum. Samþætta ávinning af aðlögun inn í fjárfestingar og innkaupunarákvarðanir fyrirtækja og reyna að styrkja samstarf milli hins opinbera og einkageirans í kringum loftslagsseiglu og sjálfbæra viðskiptareksturs og aðfangakeðja. Og það sem ég bara enda kannski við að minnast á, þetta hérna er ný frétt sem kom bara í síðustu viku held ég, að Seðlabanki Englands byrjað að færa loftslagsáhættu inn í kjarna varfærniseftirlits og þar af leiðandi eru bankar og tryggingafélög byrjað að vera þvinguð til þess að innleiða beina loftslagsáhættu inn í stjórnarhætti, áhættuferla, gagnasöfnun og sviðsmyndagreiningu. Og þetta myndi auðvitað hafa áhrif með tímanum á fyrirtæki sem að því leyti til að það má gera ráð fyrir strangari áreiðanleika kannanir hjá lánveitendum og tryggingafélögum á staðsetningar og rekstraráhættu og í tengslum við aðlögunaráætlunum sem mun hafa áhrif á verðlagningu, skilumála og hvort hægt sé að fá tryggingu og lán yfirleitt. Þetta hérna er ekki út af þrýstingu stjórnvalda, þetta er raun og veru bara hreinlega sú kerfislega hætta sem þau eru að sjá núna í fjármálakerfinu. Og kannski í ljósi þessa, það kemur ekki á óvart að norræna ráðherranefndin, þeir skipuðu okkur og nokkrum öðrum stofnunum hér á Norðurlöndunum til þess að vinna við verkefni sem að snýst að gera greiningu á hvernig raskanir fyrir aðfangakeðjur vegna loftslagsbreytinga getur haft áhrif á efnahagsöryggi Norðurlandana, en sérstaklega að skoða hvernig hægt er að styrkja og auka samstarf milli opinberra aðila og einkafyrirtækja til þess að reyna styrkja áhættustýringu í tengslum við loftslagsvá í aðfangakeðjum og þar af leiðandi styrkja segluna. Og ég ætla bara að enda á þessari hérna slæru sem að er svona nokkra tilvitnanir frá sérfræðingum sem við höfum verið að ræða við þetta sem þetta eru allt sérfræðingar sem vinna hjá endurtryggingafélögunum, það er að segja tryggingafélagana sem að gefur svona ákveðið innsýn í hversu skammt að við komnir þeir eru að takast við áhættuna og þegar þessi áhætta verður að veruleika hversu snögg verðunin í kringum tryggingafélagi getur horfið af því að þau líta alltaf á bara eins árs tímaramma út af því að flestir tryggingasamningar eru það skammir. En ég ætla bara að þakka ykkur fyrir mig. Frábært, Mikael, takk kærlega fyrir þetta. Þetta var alveg fullt af ótrúlega gagnlegum og áhugaverðum upplýsingum. Þannig ég er alveg viss að núna bíða margir með spurningar og við erum þegar komið með eina. Ekki vera feimin heldur við að setja leika inn í chat ef við viljum það frekar. En Karen og svo Eiríkur. Karen, gjör svo vel. Já, takk kærlega fyrir. Takk fyrir góð erindi. Mig langar kannski að beina spurningunni að Mikael en hinn geta líka stokkið inn af því að í yfirlitinu sem að Anna Hilda sýndi okkur áðan mismunandi málaflokka sem loftslagsbreytingar hafa áhrif á, þá var hérna í íslensku atvinnulífi að tala um að hægt var að bregðast við þessari áhættu með nýjum lausnum og með nýsköpun. Og nú þegar við erum bara að sjá mun minni áhuga á loftslagsmálum og svona óstöðuleika á mörkuðum og þá einna helst í Bandaríkjunum þar sem að
svona fjármagni hefur helst farið í nýsköpun og loftslagsnýsköpun. Já, við reynum bara svona hvað við getum gert til þess að efla aftur áhuga og momentum fyrir loftslagslausnum. Af því að ég held að ég færi með rétt mál á Íslandi að þá fyrir 4 árum settu íslenski vísisjóðar 30% af sínu fjármagni í loftslagstengd verkefni en nú erum við bara að sjá 10%. Með þessa auknu áhættu sem við erum að horfa fram á, hvernig hægt að efla, er það með því að miðla þessum áhættu upplýsingum eða sjáu þið fyrir ykkur einhverja aðra leiðir? Takk. Ég byrji ef það í lagi. Ég hef ekki rosalega mikla áhyggjur af þessu, af því að undanförnum árum og áratugum þá mikið af þessari orðræði kringum loftslagsaðgerðir verið svona ýtt af vísindamönnum eins og Johan Rockström, af aðgerðarsinnum eins og Greta Thunberg og fleiri aðila. Raunin sú að þetta byrja að hafa áhrif á viðskiptalíkön tryggingafélaga sem mun síðan hafa áhrif á fasteignafélögin og þetta mun smyndast út í fjármálakerfið. Þetta sem við erum að sjá hjá Seðlabanka Bretlands ekki út af einhverju svona virtue signaling eða einhverju svona, þú veist, þetta ekki gert í einhverju svona hluti af einhverju svona markaðssókn til þess að skapa einhverju sjálfbæra ímynd. Þetta bara, þú veist, materiality fyrir, við erum búin að sjá endurtryggingafélög hafa samband við okkur út af þessu. Við vorum í 2 daga fundi með 10-12 sérfræðingum frá IKEA sem eru byrjað að hafa verulega áhyggjur af þessu og við erum byrjað að fá símtöl frá lífeyrissjóðum stórra kirkja út í heim. Þannig að ég held að þetta, þú veist, við auðvitað að sjá, vissulega erum við að sjá ákveðin mótvind í tengslum við sjálfbærni, en ég held að þetta að fara að vera keyrt af fjármálageiranum, af því að þetta ekki eitthvað núna lengur sem við erum að tala sem fyrir handan sjóndeildarhringinn, þetta eru framan dyrnar og ef þú bjóst í Kaliforníu á sumum stöðum þá dyrnar bara brundað niður. Og þetta hefur áhrif á getu fyrirtækja til þess að fá lán. Þannig og ég held, og sjálfsög erum við þá að tala loftslagsáhættustýringu og aðlögun, en leið og byrja að tala loftslagsaðlögun sem í raun og veru hvernig undirbúum við okkur fyrir afleiðingu loftslagsbreytinga á okkur, þá mun samtalið alltaf snúast mjög hratt aftur sjálfbærni af því að loftslagsaðlögun mjög takmörkuð. Hún virkar í mjög takmarkaðan tíma áður en að samfélagið fellur saman. Þess vegna þarftu mótvægisaðgerðir svo að afleiðingarnar séu nógu, svona ekki það nógu alvarlegar að loftslagsaðlögun í raun og veru hæf til þess að byrja með. Fyrir ekki langt svar. Endilega Hafsteinn og Anna ef þið hafið eitthvað til að bæta við. Takk fyrir þetta, Karen. Kannski Hafsteinn, því þú kemur nú úr banka, hvort það væri gaman að heyra örfá orð frá þér þetta og bara því nú klukkan alveg að detta í 2 eins og þið munið þá töluðum við að lengja fundin til korter yfir fyrir þá sem geta setið áfram, þannig að þeir sem geta það skuli bara vera róleg og við höldum áfram að spjalla. Hafsteinn, gjör svo vel. Já, ég kannski fæ bara að nota tækifærið og tengja þetta aðeins við kannski sumt af því sem ég var að tala að því ég held að það sé alveg dauðafæri núna þegar það þetta moment í kringum geopólitíkina að reframa geopólitík sem sjálfbærnimál og það svo margt sem við getum gert til þess að búa til viðnámsþrótt í geopólitík sem gagnast líka í loftslagsáhættinu og ég get nefnt bara eins og dæmi að orkuskipti í Evrópu að við séum ekki upp á Rússa og Flóaríki komin með kolefnaeldsneyti af því að það náttúrulega sviptur okkur alveg gífurlega miklu svona strategísku sjálfstæði. Þannig að ég held að hluti af PR-tækifærinu innan geðsalappa fyrir loftslagsmál er að taka þessa hluti meira inn í umræðuna. Þetta snúist bæði loftslagsvána en líka það að búa til sjálfstæði fyrir eins og sérstaklega Evrópu í heimi þar sem það að verða stórveldakapphlaup og þá eru hlutir eins og að stytta birgðakeðjur, að það eru hlutir eins og að orkuskipti og reiða sig meira á endurnýjanlega orku, að þau geta gegnt báðum hlutverkum í einu. Þannig að það svona mitt innlegg frá geopólitíkinni sér. Frábært, takk fyrir þetta. Þá held ég að Eiríkur fái orðið. Gjör svo vel. Takk kærlega.
mjög áhugavert og frábær erindi hjá okkur öllum, en mjög sérstaklega áhugavert að tala Hafsteinn þessi líkindi með svona geopolítísku áhættunum og sjálfbærni áhættunum og líka það sem varst að nefna núna sérstaklega með tækifæri Evrópu því að akkúrat á þessari stundu sem að við erum að tala saman hérna Evrópuþingið að greiða atkvæði einn omnibus. Það sem að mjög stórt hlutfall evrópskra fyrirtækja tekið undan að minnsta kosti bókhaldskröfum sjálfbærni þannig að gögnin sem að þið í peningaheiminum fáið frá okkur fyrirtækjunum þau verða minni, við munum hafa minni upplýsingar losun eða hvað það hjá fjölda fyrirtækja. Hvernig meturðu áhrif þessa inn í þetta umhverfi? Markmiðið var náttúrulega að auka samkeppnishæfni evrópskra fyrirtækja miðað við þessi bandarísku til dæmis. En menn hugsanlega að glata samkeppnisforskoti með þessu? Þetta bara frábær spurning og þetta svona það sem að minnir mann á að andstæðan við dyggð að það yfirleitt ekki synd, heldur það einhver önnur dyggð. Og þarna eru eiginlega eins og þú segir að þetta tvennt hérna sem að takast á og það annars vegar þessi skuldbinding gagnvart loftslagsvánni og svo hins vegar þessi samkeppnishæfni. En ég reyndar líka á því að þegar við erum að tala hluti eins og loftslagsvá og geopólitík að þá oft falin hætta í því þegar það öllum sagt að eiga við áhættuna með sama hætti. Og þetta hefur til dæmis verið gagnrýnt það sem að það alltaf að verða stöðugt meiri reglufesta í því hvernig fjármálastofnanir eiga að stýra sinni áhættu að þá hugsanlega verið að búa til áhættu af því að tilgangurinn í áhættustýringunni verður sá að uppfylla reglugerðakvaðir en ekki sá að takast á við áhættu sem að stjórnendur telja raunverulega sér til staðar. Þannig að ef þú vilt fá bjartsýnt svar frá mér að þá það að fyrirtæki munu vonandi taka meiri ábyrgð á því sjálf að sinna þessari áhættu af því að það í þágu þeirra viðskiptahagsmuna en ekki bara til þess að uppfylla reglugerðakvaðir. En ég tek eins og algjörlega undir það sem þú segir að þetta kemur niður á gagnagæðum og yfirsýninni kannski sem við höfum á móti og þarna eru bara þessir ólíku hagsmunir kannski svolítið í andstöðu hvor við annan. Frábært, takk fyrir þetta. Meðan aðrir að setja upp hendina til að spyrja fleiri spurningar, þá langar mig aðeins að spyrja Önnu Huldu. Nú náttúrulega þessi loftslagsatlas alveg frábær og verður vonandi bara virkilega gott ákvörðunartökutól fyrir marga, stjórnvöld og atvinnulíf. Mér langaði bara svona rétt án þess að taka mikinn tíma í það, en samt aðeins að adressa fílinn í herbergi landans þessa dagana í loftslagsmálum og það þessi svona afneitun sem búin að vera að svífa yfir vötnum undanfarna daga að loftslagsbreytingar séu af mannavöldum. Nú erum við að tala aðlögun og það þá í ljósi þeirrar orðræðu hægt að færa rök fyrir því að aðlögun eigi alveg mikið rétt á sér hvort sem að hluti séu af mannavöldum eða ekki. Hvað myndir þú segja við því? Skilurðu, hvernig tökum við þessa umræðu? Góð spurning. Og í rauninni margt í tengslu við loftslagsbreytingar yfir höfuð sem að svona koma inn á það að við erum að eiga við fólk sem að svona eitra svolítið út frá sér í umræðunni og það klárlega við eigum akkurat núna í einhverju svona smá mér langar ekki að segja lægð en það alveg greinileg mótstaða sem að maður finnur fyrir en svona ég held að það bjarta í að þetta svolítið svona mín tilfinning að þetta sé svona svolítið eins og hlutabréf, þetta fara svolítið upp og niður, það að segja tilfinning fólks gagnvart þessum breytingum, þetta náttúrulega rosalega stórt vandamál og tilfinningalegt líka fyrir fólk og aðlögun ekki síst bara það einmitt eins og þú segir alveg að þetta getur verið algjörlega óháð í rauninni hvort sem að breytingarnar sé af okkar völdum eða ekki, við erum í rauninni að verja okkur og gera okkar bara búa til betri heim fyrir okkur þannig að mér finnst ég ekki upplifa mótspyrnu gagnvart þeim breytingum sem að við erum að leggja til en þegar við erum að tala kannski frekar upptökin þá alveg klárt mála að það svona ekki að hjálpa kannski þessi upplýsingu óreiða líka sem að í kosmosinu núna
En við verðum bara að taka 2 skref áfram og vona að sé ekki nema 1 skref aftur á bak hvað varðar svona tilfinningu almennings og halda áfram að tala þessi málefni af vísindalegu sjónarhorni. Takk. Það væri bara gaman að hafa líka við heilan fund bara einhvern veginn svona vísindalæsi og hvernig við miðlum vísindaupplýsingum. Þetta náttúrulega bara stór áskorun í samtímanum, en eins og kom fram hjá bæði þér, Anna Hulda og Mikael, þá náttúrulega þessar sviðsmyndir sem við erum yfirleitt að miða við frá IPCC og líka fleirum eru yfirleitt mjög varfærnar vegna þess að eins og Mikael kom inn að það bara verið að lesa eitt scenaríó í einu en ekki taka mörg sama, og IPCC eru þetta einhver leyti svona vettvangur þar sem menn reyna að koma sér að samkomulagi hvað menn eru tilbúnir að lýsa yfir, þannig að menn kannski lækka örlítið áhættustöðurinn áður en þeir fara síðan út með það. Þannig að kannski þetta með hvernig við notum eða höldum á lofti þetta sense of urgency, þú komst aðeins inn á þetta áðan, Mikael. Þannig að við förum í alvöru aðgerðir og alvöru fjárfestingar til að forða framtíðar kostnað. Ef þú myndir vilja bara svona byggja aðeins ofan á svari sem þú varst með áðan, hverjir eru leikendur í þessu? Það tryggingafélögin eins og segir, hvað geta bara venjuleg fyrirtæki á Íslandi, hvað geta fyrirtæki þátt í þessu? Ég held að stjórnvöld þurfa að hafa leika stóru hlutverki til að skapa hvata, og það sérstaklega mikilvægt fyrir smá miðlungsstærð fyrirtækja. Bara til þess að fara aftur í spurninguna sem að Hafsteinn var að svara, þegar kemur að til dæmis Evrópusambandslöggjöf. Við erum búin að ræða við mikið af stærstu fyrirtækjum heims sem að voru í raun og veru að styðja við þetta, af því að í tengslum við loftslagsaðlögun þá skiptir þetta miklu máli, þetta CSRD og CSDDD, þó að þú veist, á orði snýst þetta sjálfbærni og mannréttindi, þá vita þessi fyrirtæki sem að þau með því að vinna með þessa löggjöf þá skapast ákveðið gegnsæi í aðfangakeðju og virðiskeðjunum þeirra, og þá geta þau borið kennsl á aðrar áhættur, stundum það geopólitískar, stundum þær loftslagstengdar, af því að þetta annars þetta gegnsæi ekki til staðar. Það sem ég hef núna áhyggjur af að þau stór fyrirtæki sem hafa mesta bolmagnið til þess að fjárfesta í loftslagsbreytingar til þess að byrja með, og ég vil bara benda á einn af sérfræðingunum hjá endurtryggingafélögunum, þetta eitt af stærstu endurtryggingafélögum heims, sagði mér að sá iðnaður sem mesta fjármagnaði loftslagsaðlögun eru olíu- og gasfyrirtæki, af því að þau hafa lengri tímaramma þegar skoða fjárfestingar og þau þekkja loftslagsvísindin betur, saman þótt að þau séu að fjármagna upplýsingaóreiðuna að mörgu leyti. En það sem ég hef áhyggjur að fyrir utan það að bolmagn stórra fyrirtækja til að leggjast í fjárfesta loftslagsaðlögun, það gerir með því að núna að þessi omnibus gera verki að færri fyrirtæki eru núna dekkuð af þessari löggjöf, þar sem þetta eru bara stórfyrirtæki, sem skapar ennþá meira ójafnvægi í viðbúnað. Og ég held að það sem ég hef mest áhyggjur af svona til skemmri tíma ekkert endilega að við erum að fara að sjá eitthvað rosalegt matvælaöryggi eða lyfjaöryggi kannski í næstu 10 árum, þótt að ég get mögulega haft rangt fyrir mér að því áhættan gríðarleg. Það meira ég býst við að sjá gríðarlega samþjöppun og markaði. Það sem stórfyrirtæki munu hreinlega kaupa minni fyrirtæki út af því bara út af rekstrarkostnaði sem orðin bara óbærilegur fyrir smærri fyrirtæki, og það er þessi langtíma hugsun hjá stjórnvöldum, ekki bara á Íslandi heldur bara víðast hvar, sem að vantar, af því að ég held að vandinn svo stærstur hjá smærri fyrirtækjum. Takk. Mér langar að biðja þá sem á fundinum til að nota síðustu mínútur til að skoða spurningarnar sem ég límdi hérna inn áðan, og mér langar að hvetja ykkur til að setja komment hérna inn bara meðan við höldum og klárum spjallið. Ef að þið hafið einmitt teljið að íslenskt atvinnulíf hafi þegar orðið fyrir áhrifum og truflunum í hnattrænu virðiskeðjum vegna loftslagsbreytinga, og hversu meðvituð íslensk fyrirtæki eru truflanir í virðiskeðjum og svo framvegis. Þannig að ef þið væru til í að setja bara nokkuð svör inn í kommentin, þá verða mjög vel þegið, engin krafa einhverjar ritgerðir. En mér langaði líka aðeins að spyrja þig, Hafsteinn,
Nú, sko, nálgast út frá geopólitískri áhættu og eins og við höfum séð og mörg dæmi í heiminum, þá oft sko uppspretta þessara geopólitísku átaka eru loftslagsbreytingar. En það erfitt ofta að sýna fram á orsakasamhengi vegna þess að þetta auðvitað eitthvað sem gerist kannski við langan tíma og það þarf ákveðnar greiningar. En líka velti ég fyrir mér, þarna sko kannski mismunandi sko þekkingargrunnur sem lengur til grundvallar þess að þekkja geopólitík vel og þess að þekkja loftslagsáhættur vel. Hversu vel heldur þú að, segjum bara fjármálageirinn núna, sé í stakk búinn, og nú ég ekki bara að biðja að tala kannski fyrir þinn banka, bara svona þitt persónulega mat á fjármálageiranum, erum við reiðubúin til þess að vera með nægilega breiða þekkingu til þess að geta greint þessa samþættu áhættu sem stendur fram fyrir? Ég bara, þetta ótrúlega góð spurning af því ég held að bankar hafi almennt með einmitt þessum reglugerðarkvöðum sem við erum búin að tala að þeir eru búnir að fjárfesta töluvert mikið í þekkingu á loftslagsvá. En ég held einmitt að það vanti kannski aðeins meira þetta svona intersectionality í því að tengja loftslagsvána síðan við aðrar áhættur og að þetta náttúrulega hárrétt sem þú segir að öll geopólitík á endanum snýst yfirráð yfir auðlindum og það þetta nátengt loftslagsváni. Og eitt dæmi sem ég tek stundum og það þurrkar sem geisuðu í Sýrlandi á árunum 2007 til 2010 og urðu til þess að það urðu miklir fólksflutningar úr sýrlenskum sveitum inn í sýrlenska borgir og urðu á endanum að uppþotum sem breyttu síðan í sýrlensku borgarastyrjöldina sem olli síðan miklum fólksflutningum frá Sýrlandi og til Evrópu á árunum 2014 og 15. Og það auðvitað uppsprettan að síðan uppgangi hægri öfgaflokka, það viðbragð við þessum fólksflutningum. Þannig að það sko 20 ára keðja frá því að það verður einhver loftslagstengdu viðburður í síðan pólitískar breytingar í Evrópu. Og ég held að þetta séu svona dæmi hluti sem að gott að það sem það einhvers konar sko svona intersectionality í því hvernig við hugsum þessar áhættur. Akkurat. Og þannig erum við komið með sko þig Hafstein úr bankageiranum, Önnu Huldu frá sko opinberri stofnun, Anna Hulda örugglega sko hennar fólk mjög vant í að vinna með loftslagsáhættur á meðan Hafstein miklu vanar að tala geopólitískar áhættur. Þarna einhver þörf á einhverju samtali og eins og þú talar þetta oft mjög löng tímalína þannig að við þurfum kannski bara sagnfræðingana með okkur. Þannig að mér langar eiginlega að bjóða Mikael að eiga loka orði í dag með því að segja kannski örlítið frá þessu verkefni sem í gangi og hvernig íslensk fyrirtæki gætu mögulega komið að því. Það fjallar einmitt hvernig við getum samþætt og samnýtt krafta hins opinbera og einkageirans til þess að reyna að kortleggja áhættur og virðiskeðjum og það kannski svolítið það sem við erum að tala að okkur vantar. Já, kærar þakkir. Við erum að áætla að skipuleggja hringborðsfundi, norræna hringborðsfundi sem að mun í raun og veru svona fát saman fólk, stórfyrirtæki og minni fyrirtæki og ákveðna opinbera stofnanir til þess að eiga í svona frekar lokuðu umhverfi samtal hvernig mitt svona samstarf milli einkageirans og hins opinbera getur byrjað að styrkja seiglu af því að ég held að til þess að byrja með það bara vantar auðvitað fyrirtæki áhættugögn til þess að byrja með, til þess að geta gert eitthvað svona cost-benefit analysis sko. Og við munum skipuleggja þessi hringborð í kringum mars-apríl. Það verður eitt hringborð sem mun vera tileinkað landbúnaðargeiranum, annað verður tileinkað líftæknigeiranum, lyfjageiranum og svo annað sem mun tengjast svona meira þverfaglegum greinum. Og okkur þætti mjög vænt að geta fengið einhver íslensk fyrirtæki í lið með okkur til þess að taka þátt í þessu samtali. Af því að það sem gerist rosalega oft að það oft stærri löndin sem yfirgnæfa af því að þau hafa kannski meiri íburði til þess að taka þátt. En af því að það snertir auðvitað öll Norðurlöndin, við viljum geta kannað hvar tjónefni hæðst kannski inn í íslensku samfélagi, í íslensku efnahagskerfi og líka í raun og veru skoða svona hvernig þær tillögur sem munu vera ræddar, hversu vel geta þær eru þær tengdar við svona íslensk samhengi í raun og veru.
Þannig að það mjög mikilvægt að við getum haft, við erum ekki að tala stóra fundi með mikið af fólki, við erum að tala kannski 10 til 12, 15 manns, við erum að vona að vera með kannski 3-4 hagaðila fyrir hvert hringborð frá hverju landi, kannski 15-20 við segjum. Og við myndum bara, það verður frábært þau fyrirtæki sem eru hérna og myndu vilja taka þátt í þessu samtali að endilega bara láta okkur vita, hafa samband annað hvort við, ekki í lagi að hafa samband við ykkur, Elva, eða bara endilega. Já. Og við myndum þá sjá til þess að þið fáið boð sem við myndum senda út á næsta ári, snemma á næsta ári. Bara frábært. Mikael, þú mátt kannski bara setja netfangið hérna í chatið og þá getur fólk bara, einmitt, Harpa bara búin að því. Þannig að þið getur sendt annarkvort á Mikael eða og okkur hjá Festu og ef að það koma margir og áhugasamir þá líka option að við myndum halda sér vinnustofu hérna heima á Íslandi bara fyrir þá sérstaklega íslensk fyrirtæki þannig að við myndum bara skoða og fylgjast með áhuganum í kringum það. Takk fyrir Eiríkur greinlega komin svolítið komment frá ykkur, þakka kærlega fyrir það og líka frá Ingunni, æðislegt þið mig gjarna halda áfram að henda í kommentum bara þó að fundin ljúki en nú langar við að virða tíman okkar og þakka ykkur kærlega fyrir daginn. Mikael, Anna og Hafsteinn, 1000 takkir til ykkar fyrir að vera með okkur í dag, þetta var ótrúlega fróðlegt og við erum mjög þakklátt fyrir þetta samstarf. Þakkum sömuleiðis öllum ykkur sem að tóku þátt á fundinum og við sjáumst á janúarráðstefnunni. Takk fyrir okkur. Bless.